Við erum stolt af fyrirtæki okkar og teljum að við höfum með verðmæta og atvinnusköpun í að þjóðinni gagn. Lengst af var það almennur skilningur þjóðarinnar að sjávarútvegur hafi rutt brautina úr fátækt í bjargálna, en nú, allra síðustu ár, hefur greinin mátt þola ómaklegar árásir á drykkjur allt of margra. Kvótakerfið hefur í því sambandi verið vinsæl skotspónn, enda sumir hagnast óhóflega við sölu aflaheimilda, en skyldi það nú bæta stöðuna og skila árangri að ráðast á þá sem keyptu aflaheimildirnar og okkur hin sem aldrei sendum. Það sem sjávarútvegurinn þarf fyrst og fremst vinnufriður og sanngjörn rekstrarskilyrði til að halda áfram að auka nýsköpun og hagvöxt til ábata fyrir alla. Á sama tíma og fiskveiðar hafa hér almennt gengið vel vegna kerfis sem við höfum þróað gífurleg ofbeldi og óstjórn í fiskveiðum margra annarra landa og fiskistofnar þar í hættu. Í dag vilja margar þjóðir líta til okkar sem fyrirmynd í umgengni við auðlind hafsins og við Íslendingar megum aldrei gefa afslátt á kröfunni sjálfbærar og arðbærar fiskveiðar. Þessi ráðstefna innlegg í þá heitstrengingu og því mikið fagnaðarefni. Hér verður fjallað sjálfbærar og arðbærar fiskveiðar í víðu samhengi og munu stíga á stokk helstu sérfræðingar alþjóðastofnana í þessum efnum ásamt okkar færustumönnum. Ég vil bjóða ykkur öll velkomin, ekki síst þá sem lengst eru komnir, og að svo mæltu setja ráðstefnuna setta og bið ástofnverðir að taka við fundarstjórn.